Já, það komið þessu lokaumferðin í Ólísdeild karla og það kallar á stóra hluti, litli, stóri og svo faglegi, mækarinn. Velkomnir drengir. Sendur hérna sérstaklega niður til að vera smá faglegur í loka umferðinni. Þetta hefur svona verið aðeins upp og niður hjá okkur bræðrunum eins fallegur og góðir eru og svona upp og niður í vetur og þá þarf fagmennskurna svolítið svona í restina. Já, tölum bara íslensku, þetta búið að ganga hræðilega. en það var svona stóri seðla dottið. Já. Þessan ertu trúlega ennþá í vinnu hérna. Já, nákvæmlega. Það er bara þannig. En heyrðu dróka, það er rosalega lokaðum við framöndan. Ég man varla eftir öðru eins, við erum með baráttu deildameistaratitilinn, við erum með baráttu playoff-sæti, við erum með baráttu heimavallarrétt hér og þar í úrslitakeppninni, baráttu umspilsætið fall og bara bottsætið sem að fellir beint. Þannig að þetta verður alveg rosalt, allt á sama tíma og ég hlakka ekki eðla mikið til að fylgjast með þessu kvöld. En við erum búin að negli sæðla og förum við þá eftir, en við ekki svona rétta svona skauta yfir þessa leiki sem er í... Jú, skautum yfir leikina og ég held að sé öll liðin ekki öll liðin að mögulega spila einhverjum, nema kannski helst fram en þeir geta kannski líka reynt að velja sér einhver anstæðinga, þannig að það eru öll liðin að spila einhverjum, það er nú örugglega ekki oft gerst. Nei, það er allan, við getum að róða þannig að það er eitthvað undir í öllum leikjum. Já, ég er að segja að það er undir í öllum leikjum og eiginlega hjá öllum liðum. Já, nákvæmlega, byrjum bara Valur IBVF, Valsarnir náttúrulega bara tryggja sér deildameistaratitil með sigri og IBVF eru þá með þetta heimavallarrétti ekki í áttalúrstöðum. Nafnilega það eru tíðindi úr Vestmannum, það er bara greinlega menn fannir að spara sig fyrir úrslitakeppni, það vantar einhverja 7-8 bara stóra pósta. Já, það er svolítið þannig og einhvern veginn, við sáum Andri Ellings mittist í síðasta leik og einhverjir búin að vera tæpir og þá eru bara ekki teknininn sénsar. Það er stutt í úrslitakeppnina, síðan er þetta landsleikja líka, þannig að menn fá svolítið hvíld þarna og Ellingur alltaf virðist ekki að taka neina sénsa með okkar heimildum og það bara einhverjum 7 leikmenn sem eru fjarverandi og öll pressan er þá sem segir okkur að hún sé á Val. Hún er á Valsörunum. Og það auðvitað sáum við þetta K.A. IBVF, þar vantar nú lykilpósta í K.A.-liðið en leikurinn var aðeins jafnari en menn héldu. Já, það er bara þannig. En ég held að Valur fari til Eyja, þeim finnst það gaman. Við höfum nú orðið einn af því að það er sótt titla þar. Þeir hafa sótt þann stóra þar og þeir vita alveg að þeir geta sótt titil í Eyjum, þá vinna það bara leikinn. Það endur við kvöldið átó og endur taka leikinn í kvöld. Dagsferð í Vestmannum endaði á átó. Við getum endur tekið leikinn í kvöld, ég er klár. Já, magari Selfoss afturhelding, jú, þeir geta komist þarna, fært sig eitthvað aðeins upp töfluna. Já, náttúrulega líka upp á þetta, Vestmanningarnir mögulega fara að tapa í kvöld. Já. Svo segir, og mér er gaman að naflinn segja að þá hafa þeir lengri tíma til að hvíla sig. Þeir eru ekki búin að spila nema 7 leiki núna frá því í nóvember og það er að koma apríl og það er nú gott að fá smá svona 3 vegna hvíldtaka og þessi gæðir þurfa ekki auka tíma til að hvíla sig, það er bara að hvíla sig nóg Já, 7 leiki síðan nóvember en líka 7 leiki síðan bara 10. febrúar það er ekki búin að geta eðlilegt tempo. Ég hvet mér að lesa þarna viðtal við þjálfaranu Þór sem hann skilur ekkit í hvernig íslenska deildin er sett upp og þetta er náttúrulega bara galið að 3 lið fara í sumafrí klukkan 9 kvöld, það er 12. mars og svo byrjaði bara aftur í október Þetta er svo NFL bara Þeir eru búin að gera 7 leiki eftir áramót. Þetta er og 3 af þessum 7 eru bara okkur 8 dögum Þannig á 16 dögum eru 6 leikir svo bara 1 leikur okkur 4 mánuðum Þetta er galið talandi KSI og þetta en ok, það er svona út af því hann er að tala um þetta að Selfoss afturhelding, það er náttúrulega það var rosa skellu verið afturheldingu síðast því að sigur þar á móti Þór og þeir hefðu trúlega náð 4. sætinu Já, ég held að setja mikið þess að vinna þetta lendi 4-5 af því að mér finnst Valur F og Hauka að vera 3 Já, og bæði það, 4. eða 5. og líka þá mögulega fengi heimaðalrétti í staðin fyrir að fara, og ég veit að það er allt búið að vera á suðupunkti í Mosfellsbænum eftir þetta tap á móti Þór, menn eru ekki sáttir og þetta var mjög skrítið, þeir voru 4 mörgum yfir, það var korter eftir þannig að ég upp á, ef að afturlega unnið þann leik þá held ég að þetta hefði verið erfiðara fyrir auðveldari í kvöld en núna er ég nokkuð vissum að þetta verið mjög erfiður leikur fyrir afturleikur. Selfoss bara verður að vinna. Já, ég held að Selfoss taki ég held að vera óvænt. Ég er ekki með á selinu mínum en þetta er hann faglegur. Þetta er ekki alveg faglegt. Afturleik held ég bara að sé búið að gefast upp og ná eiga eitthvað séns á að sleppa top 3. Já, þeir eiga séns á því. Þeir geta farið upp í 5. allana.
Ég er ekki alveg með innbyrðis nú í hausnum á IBF IBF afturölding en allavega hann geta komist Afturölding 2 stigum undan eftir afturöldingu. Ef við gefum okkar K að vinni það eru 2 stigum, þannig að það var innbyrðis IBF og við erum svo sem ekki alveg nógu undirbúnir, þú hefur kannski átt að gera þetta ég er svona með að teikna upp svona miljón fyrir utan að klukkutíma sem hún sást í nótt kannski gera skýtt á þetta ég kíkja þetta oft á svona, ég var ekki búin að kíkja þetta það er svo marg, það er náttúrulega svona 40 sviðsmyndir já, samt ekki, tökum bara K að vinni þá er afturölding komið í mögulega yfir IBF, það er spurning hvort þeir náðu því ef þeir geta ekki náði þá held ég að Selfoss vinna Nei, en þú veist, Selfessingarnir ég sagði verða vinnanleik, það er kannski orðum aukið því að þeir geta náttúrulega treyst og annað en svona, er þetta ekki svona ekta leikur þar sem að Selfoss bara þú veist, rífur sig í gang og klárar þetta bara heima og það er ekkert að spá í öðru Nafli? Nei, Afturölding er búin að róta mig Afturölding er miklu betra liðið en Selfoss og þeir eru bara að komast á sem besta ról fyrir úrslitakeppnina og Afturölding mun vinna en leik með svona 4-5 mörkum það er svoleiðis já, það er bara þó þeir eru alveg jafnreiður og þessir vinnir Mike Mosso að hafa tapað þessu þórsleik og settu þetta mig og aðra Kópavogsbúa í mjög vonda stöðu í dag þökkum þeim fyrir það en Afturölding er alltaf að vinna Selfoss IBF með innbyrðis IBF með innbyrðis, þannig að Afturölding getur ekki náðum Nei, það er treysta Þórsarinn á móti Káa það er alltaf að fara í 4-5 þá fara til Eyja vilja ekki alveg eins fara bara í kósi Ásvelli já, þetta er kannski og berja og gunna magg já, ég ekki segja svona Afturölding og kannski frammeru þulli það sem er kannski það er allt undir, ég segi það er 80% undir að Selfoss 20% Afturöldingu þetta verður erfiðleikur, þetta er ekki 4-5 eins og naflinn segir, við erum ósammála þar Stjarnan fram, framararni það er náttúrulega bara, þú veist það er svipað, þeir eru svona fastir í þessum 7. sæti en stjörnumenn, þeir eru náttúrulega bara þetta svona minnum svolítið á gróttuna í fyrra, svona, það byrjaði svona allt í lagi og svoleiðis en svo bara allt búið fyrir skrúðuna og þetta er skítkallið og það gengur ekki, það er búið inn alls konar hluti þjálfarabreitingar eða aðstoðþjálfarabreitingar er réttara sagt og svona ýmislegt og basically þjálfari, það er búið að láta þjálfaran fara og það er búið að ráða nýjan og hann er byrjað að ringja í einhverja leikmenn og ég veit, ég heyriði eitthvað stöðurt í bæ að þjálfari á Stjörnunni hefði labbað inn á leikmennina fyrir 2 umferðum síðan og spurt hvort þeir vildu að hann hætti bara núna þetta er bara einhverju tómri þvælu og þeir geta ekkert og var ekki Tandri þarna, var hann ekki að meiðast eitthvað í síðast sá ég það ekki, það var ekki eitthvað að meiðast þarna á Stjörnunni já, það er bara annarkveð maður búin að vera með rauðspjald, rautt en þeir eru náttúrulega rosalega óöfnum með meðsli en þeir eru ekki búin að það er enginn að spyrja því í kvöld það er allir búin að vera óöfnum með meðsli það er svo mikið álag, við vorum að tala það sjálfsögum meiðast menn hægri vinstri en ég held að handboltamættina fara að skoða það að fara að æfa eins öðruvísi og kannski aðeins að breyta hjá sig mögulega mataraðin eitthvað, ég veit ekki en málið er það bara drekka minna og allt þetta en þetta er algjör áhuga með en málið er það að Stjarnan vann síðasti leikur sem Stjarnan vann var Fram í fyrri umferðinni, er ekki unni síðan og í lokaumferðinni í fyrra þá vinnur Stjarnan líka Fram held ég alveg örugglega og eiginlega trúlega eitthvað sæti fyrir Fram í úrslitunum en Framarnir vinna síðan reynda mótið þannig að ef eitthvað lýsum Stjarnan getur unnið Fram en þetta er mjög svipaði leikur og Selfoss Afturölding, þetta skiptir ekki rosalega miklu máli Fram og Afturölding þessi 2 leikir þannig að það er möguleikin fyrir Stjörnuna en ég held að Selfoss er líklegri heldur en Stjarnan því að Stjarnan getur bara ekki neitt Nei, og svo erum við náttúrulega með þá íringarna sem að fara í krikan, svo við klárum bara Fallbarátuna. F-fáingarnir náttúrulega eru í, þú veist, við erum búin að fara í meðslum IBF og ólöglegt að Valur mistiðu sig, en þeir vilja alls ekki ef þeir skildu mistiða sig klúra því eitthvað. En íringarnir, þeir eru stíu eftir Stjörnunni, 2 stigum eftir Selfossi og ég held ég geta ekki náðu Selfossi. Ég held ég að kíkta það daginn, ég held ég ekki náðu Selfoss. Þeir geta ekki náðu, nei, þeir eru með Selfossi með innbyrðis á þá en þeir verða varðan að fara upp fyrir Stjörnuna. Við getum náttúrulega líka verið með þá stöðu en Stjarnan gerir jafntefli þá mann ég ekki alveg hvernig þetta þá er þetta þannig að Selfoss var með bestar nafnlega með mjög skemmtilega kenningu hann kemur kannski með hana, hann var að hugsa hana í kaffitímanum á leikskólanum í morgun ég skal bara koma með hana ég er búin að F og íringar að hlusta ég er búin að vera að hugsa þetta í allan dag ég hef líka sjálfur alveg verið í þessar stöðu með HK
bögga með áskilu, þú veist, önnur lið verið með svona í höndunum svolítið hvað lið viltu senda niður á næsta tímabili Nei, og ég ekki að grínast og ég hef oft hugsað þetta, þú veist HK fer í taugarnar á einhverjum félögum og þú veist, meira budgetar og svona og horfur að stölið hvort viltu senda stjörnuna IR niður á næsta tímabili vitum að IR verður ekkert með sama lið á næsta tímabili þegar Baldur Fritz farinn og þú veist, það verður bara Hvað máli skipta það fyrir FH? Þeir eru í öðru sæti, sko Þeir er topplík, hvað lélega næstlegasta lið Þetta er útpælt, sko En eða vera með stjörnuna Stjarnan að fara að gefa í næsta tímabili Þeir verða örugglega með betra lið allavega aldrei með lakara lið næsta tímabili og örugglega, þú veist, það verður aðeins skemmtilegra og verður ekki í þessari baráttu og þú veist, með nýtt þjálfarateymi og þetta Stjarnan gæti alveg bara þú veist, það er miklu meira uppsett í stjörnunni þannig að miklu betra að senda stjörnuna niður í næstu stil Þannig að þú ert beislega að segja það ef við zoomum þetta upp þú ert að tala það að FH mun reyna að tapa fyrir IR í kvöld fara á útivöll í fjagraðlúslitum við viljaði komast þangað byrja á útivöll á móti Haukum í staðinn fyrir heimavelli svo að Stjarnan verður örugglega ekki í deildinu á næsta ári þú heldur að maður svo Aron Pálmarsson með 16 landstitla og Champions League titla og annað, hann sé mikið að hugsa þann og hefur endur ekki sofið í nótt að þurfa að mæta Stjörnun á næsta ári Ég ætla að koma með counter-argument það er miklu betra að IR fari niður af því að það er ungir og efnilegir strákar sem getur þá kroppað í Já, þú getur alltaf kroppað í þá hvað sem er Þetta er FH, þetta er Já, ég ætla að taka undir þetta með nafnum Ég held að Aron og þessi gæjar þeir eru skítrættir í næsta tímabil og Stjörnuna Þeir hugsa ekki hann Er ekki bara tanka þessum leik og deildameistara titlinum Og svo tapar Valur í degum og þeir voru búin að reyna að tapa fyrir IR og þeir missa leik við 8. sæti sem er gefið Ég set þann varnagla á þetta eina sem breytan í þessu er ef að Valur í BVF legur það er eina en þetta var svona 5 minna randum eitthvað rugg og FH vinnu þennan leik það er alveg klárt mál og IR fer niður og þessi 2 leikminni IR sem sagt þessi Jökull og svo hægri endaskitt eða vinstri endaskitt Bernhard að þeir hljóta náttúrulega sæna annað lið strax eftir leiki í kvöldi þetta eru báður hörku leikmenn sem geta spilað í öllum þessu liðum í deildinni Þú erum með efnilega línumann þeir eru með fullt af ungum Línumaðurinn, hann kom nú Snorri Steinn í viðtalum daginn setti smá pressa á hann Já, málið hann bara Snorri Steinn, hann má alveg eiga það að hann er ekki alveg eins og ég til dæmis og þú í hérna þegar við erum að tala í mikrofónun að við förum oft svona aðeins yfir strikið kannski hann passaði sér rosalega í þessu viðtali og þegar hann spurði að segja spurningu nefndu 1 leikmann og það settur upp í vegginn nefndu 1 leikmann sem getur orðið virkilega góð og vískaðanslið þá er hann alltaf með einhverja 10 átari fram að sig allir í sömu stöðunni og hann þorði bara ekki að taka 1 og þá mætir hann bara með einhvern línumann í IR bara einhvern 17 ára gæja sem skora svo eitthvað 1 mark í bikarúrsleiknum sko úr einhverju 7 skotum en hann setti alvöru pressa en hann líka gaf honum öruglega rosalegt bústaði með þessari 5 minna ræðu með línum og IR þannig að hann er greinilega efnilegur og þannig að þessi ég á mjög efnilega stráka og það er ekki fræðilegur það er bara lögreglumál og þeir ætla að fara að spila í grilldeildinni Já, það þarf einhverju að vera þar þessi Stjarnan eða IR Herru, ykkar menn Já, hann er ekki þessi leikmenn HK Haukar náttúrulega með þessum úrslitum hjá Þóri síðustum ferð þá er allt einu komið spenna þarna Allt trillt í kórnum Já, við vorum auðvitað ekki sátt við okkar gamla lærisvein Kristján Otto Hjálmsson og félaga Já, Haukarnir eiga séns á deildameistaratillinum þeir eru með innbyrðis á Val þannig að hérna þeir Já, það er ekki innbyrðis á FH sko FH er innbyrðis á Haukar Já, en ef FH tapar Já, ef FH tapar, já Ef Valur FH tapar, þá geta Haukar orðið Já, þá verða það bara til En ok, tökum allt svona frá Ef og ef Já, ef Valur FH eru bara að vinna sína leiki eins og við gerum nú ráð fyrir og verðum nú nokkrum mörkum yfir þá held ég Haukar HK getur nú verið hans áhugaverður leikur Heldur þeir tankjónum að þið viljið freka að fá HK í úrslitakeppnina þar sem að þeir taka þó meiri orku frá deildameisturunum heldur en Þórsararnir Já, það Er ekki Haukarnir að taka hálft liði frá HK? Jú Það er líka sko Það er Hjörtur Línumaðurinn Jeffy Siggi Jeff Ég veit svo sem ekki til Siggi Jeff Ég held að hann sé bara að fara í Haukar Ekki að tala um Ágúsi að fara í Krigan Gaupi sagði hann var að fara í FH frekar um all Hann er að taka 2 kannski 3-4 bestu leikmönnum HK þá er þetta forvindilegu leikur Já, ég var allavega til HK eru að heimaðilli ég reikna með
það bara verið að selja miða þessu spík reikna með að verið trúlega uppselt á hana leik Já, þetta háka sem er næst lílustu mætingunni Ég er reyndar þetta risa leikur háka ég er reyndar ekki séð þetta auglýst á einum stað sko. Það eru nokkur klukkutímar í leikinn sko. Gaman að þið myndi að láta sjá okkur loksis. Já, ég verið nú í öðrum verkefnum Hann er hættur að vinna í íþróttum á kvöldin nema bara þegar ég að þú kalla það er með allt aðra tekjur í hinu dóturum sko. og eðlilega svarar hann kallin Ég ætti að ná fyrir hálfleik Það þarf að borga íbúðinu og annað það er bara svolítið, við fórum vel yfir þetta í gær og það þýðir ekkert að vera að gefa vinnunum sinna frítt sko, þegar maður er orðin stærsti gæinn á Íslandi sko. Það átti þetta ekki vera stuttið þáttur Herðu, ég held að þetta verði bara hörkuleikur HK Haukar og ég held að HK munir standa í Haukum en það er alla forsendur fyrir því HK er með fullt af fínu leikmönnum, þetta er leikurinn Haukarnir hafa enga keppa þeir vitinst inni að Valur og allavega FH er að fara að vinna og ég bara það mun alltaf, mindsetti mun alltaf á að vera betra að HK í þessum eina leik og ég segi bara ef að HK tapar þessu leik þá á það bara að vera með einhverjum 1-2 mörkum annað er bara auðmíkjasköpur þeir eru að fá Hauka mjög góðum tíma og heimaðall og með allt undir sjálfur allt undir en þeir hafa verið litlir í allan vetur og alltaf er lenda bara 2 mörkum undir þá er þetta bara búið og þessi sigur og Þór og afturhaldingu gera ótrúlega ennþá minni sko. Herra, það var lokaleikurinn, þetta er rosalegt og bara það sem maður var eiginlega að vona svona, fyrir nokkrum umfyrum, þá leit út fyrir að þetta er ekki merkilegu leikur og myndi skipta miklu máli nema kannski ef Þórsararnir hefur verið í einhverju bara fallbaráttu frekar, en nú er bara staðan þannig, Þór getur með sigri á Káa, komist í úrslitakeppni og Káa ekki síður, þeir eru náttúrulega bara í baráttu þarna, með sigri þá bara fáðu líklega heima allar rétt inn á móti íbjöða. Ekki líklega, bara klárt. Ef við gefum okkur íbjöða það Valur. Já, þeir fá alltaf íbjöða og heima allar rétt inn í íbjöða. En með tapi, þá geta þeir farið niður í hérna, þú veist, farið neðar og fengið þá eitthvað þessu liðum í topp 3. Þetta er mjög mikið, þetta er leikur rosalegur. Maður verður held ég með augun. Gaman að sjá hvað Síminn Sport splæsi í aðra ferð norður, koma svolítið óvart, þeir getur verið með KF á síðast og það verður trúlega verið stærsti leikurinn. Það fara norður með bein útsendingu. Það átti alltaf að vera með í stjörnunum. En þeir hafa nú aldrei farið í kórinn, þakka þeim fyrir það. Það mætir enginn í kórinn, ekki einu sinni þeir. Sniðgangan heldur áfram þar. Þetta er leikur kvöldsins og það væri gaman að hafa þennan í svona alvöru beinni því að það munar mjög miklu það er náttúrulega ekki að ræða mikilvæg Þór sig í þessu leik og líka léttirinn hjá þeim að vera búin að losa sig við fall þetta var 4 stiga sigur hjá þeim móti afturlíku en Káa, þetta er eiginlega alveg mikilvæg leikur fyrir þá því að fá, þeir eru 90% að vera mæti IBF og að fá IBF á heimavelli eða útivelli Sko þurfa að mæta íbjöð að fara mögulega 2 til Vestmannaeyja versus einu sinni. Já, bara ef þessi lið mætast, þá skiptir það er mikilvægast í heimavallarrétturinn er á milli þessara tveggja liða. Já, bara algjörlega. Tveggja, en ég held að... En auðvitað ef KF tapar leiknum, íbjöð líka, þá er þeir ekkert að fara að mæta íbjöð af, sko. Þá er bara að fara að mæta þarna top 3 eins og þú segir. Já, ég held að... Þetta verður risaleik. Það er eitthvað Þórslikt þarna. Þórslikt? Já, ég er með þetta eins og mínu seglega þarna. Ég held að þetta verði... Af hverju á ekki Þór að vinna þennan leik? Af hverju á Þór að vinna þennan leik? Að því að Káa, þið eru alltaf að tala allir sé að hvíla ég held að Káa sé mitt í þeim hugleggingum líka þeir eru með menn sem eru búin að vera tæpir og Þórsararnir eru enga tapa Þór eru með fullt af fínu leikmenn Já, líka nú eru þau bara allir með sko þú veist, ef eitthvað lið er með litla breytt í þessari deild, þá er Þór Þetta meginn satt ekki segja þetta, hann bara fer að gráta nefnilega, hann trúið ekki hans farið úrslitakeppni Stráka, ekki vera með þessa vitleysu Þór eru líka bara, þeir áttu ykkur því að stóra markmiðið hjá Þór það er komið, það er haldið sér upp í deildinni Teddy, þú hefur ekki verið í Hef ég ekki verið í þessu, hef ég ekki verið í úrslitakeppni Jú, ég hef verið, það er ekki þú Ég er að tala um í sko þessum nýlega dæmi, jú, þú varst eitthvað aðeins í fjölunni og svona en ég verið í Ég falli úr þessari del tvisvar sko Ég þekki það bara mjög vel Ég verið í þessu með liði sem bara það er svo mikið léttir að komast að halda svo Ertu að sækja Kára Kristján, Hafþór Vignisson Odd Gretason, útlendingi markið til að halda þér upp og erlenda þjálfara Nei, snabli þeir eru bara sáttir að halda sér upp Nei, alls ekki Káa er að fara að vinna en legg með sér 4-5 mörgum Ég held bara að naflin fagn í kvöld í úrslitakeppninni, þetta verður óvænt og ég bara kemur ekki orð að Þór og Háka myndi bara bæðið vinna Já,
ég rífi upp 2 kampaðin ef ég fæ að losna við Val í fyrstum fyrir njúsleikenni. Það er El Guapo hákáingana. Það er engin möguleik að losna við Val. Jó, ef að vinni mínir í IBVF. Gera hluti. Hákon ekki heldur í IBVF-feldi. Nei. Vantar bara eitthvað 6 gæja, sko. Já, meira. Að Dag og fleiri. Já, Hákon víst ekki að spatt, þannig að hann fer víst ekki að playa heldur. Já, Petar í markinu og svona. Erum við að fara yfir selna? Já. Við vorum búin að hendi í Speciale nafli og það er búið að bústa á. Fólk finnur þetta hérna bara home á Epic. Þetta er seðlinn sem ég gerði hérna er að káa vinnur saman hvað þú tautar og raumar. Selfoss afturölding, það er Árni Bragi með yfir 4,5 mörk. Síðan er Sigurður Jefferson yfir 3,5 mörk. Hann var í viðtali á Sápunni núna daginn að tala að hann sé á leiðinu á Ólympíuleikunum með bandaríska landsliðinu og það var eins gott fyrir hann skori 4 mörk á móti Haukum og hann ætlar á Ólympíuleikunum með bandaríska landsliðinu. Nei, hann er bara að fara að spila á móti Haukum í kvöld og næsti leikur hjá þessi meistari bara á móti Danmörku, sko. Já. Þannig að það er ágætt að hitta almenna upp á móti Haukum í kvöld því að það er bara Gitsel og félagar í næsta leik. Bandaríki Danmörk? Já, það er mót núna í landsleikjafríinu í næstu helgi. Bandaríki Danmörk, Noregur og Holland. Hann er komin í hópin, hann er bara að fara að spila móti Noregur og Danmörku. Jöfull en maður hafi ekki verið með eitthvað svona dual citizenship. Þú hefðir ekkert komist í þetta bandaríska landslið. Nei, bara eitthvað, ég er ekkert að tala með Bandaríki. Jó, á sín tíma, jú. Ég myndi treysta því. Nei, þú ert að vanmeta Bandaríki menn núna. Já, þeir á þeim tíma, þeir voru á vondustað á þeim tíma. Það voru vondustað. En Árni Bragi náttúrulega er Árni Bragi ekki alveg hættur að gera sig yfir 4 og 5? Hann er alltaf að svíkja þig. Alltaf? Nei. Hann sveik þig síðast. Hvað hefur hann náðist? Nei, hann sveik þig síðast. Já, það var eini sem sveik síðast, en þar síðast. Hérna... Þessi langur, það? Já, þetta er ekki nema 5. Það er bara smá bústerinn í lokin. F vinnur og Hauka vinna. Það var svona aðeins bara til að bústa þetta upp í lokin. IBVF Valur, það er með Daniel Þungarsson yfir 3,5 mörk, þannig að allir mittir þetta, hann þarf að taka skotin og hann tók 13 skot í síðasta leik og ef það dugir ekki til að skora 4 mörk þá má ég hundur heita. Selfoss afturölding, Hannes Höskuldsson yfir 6,5, þeir fá alltaf svona 8 víti leik, sko. Hann er alltaf yfir þessari línu. Ég bara skil ekki að sé ekki búið að hækka þessa línu, sko. Hann er alveg hann er alltaf yfir. Þetta er síðasti leikurinn sem ég veitur, hann skiptir ekki máli. Þór Káa hann verður 100% undir í kvöld, sko. Já, Þór Káa Brynjar Hólmi yfir 4,5. Hann er í góðu standi núna að vera, ég er hrifinn að gæða eins og skjóta mikið. Hann er í skittunni og Þóra. Já, ég held að mér líst ágætla á þennan seðil, sko, nema við hákáðangar við svona. Já, það er alveg ljóst hverjum Teddy vill ekki að fara í úrslitakefnina. Þetta er eitthvað samstilt átak Tedda og dómara að Háka fara ekki í úrslitakefnina. Já, það væri gaman að sjá Þórsarana mína. Það væri miklu meiri stemning og Þór Valur og ég sagði, var ekki við þig í gær eða hvort ég var að segja við hann eitt góða mann að Þór Valur leikur 2 á Akureyri, það verður bara 50-50 leikur, sko, held ég. Já. Það er bara þannig. En Háka Valur, annar leikur í Digranesinu eða í Kórnum, það verður bara 10 marka sigur bara svo í krikanum við hyrða. Ég valsmenn enn ekki svona fara að leiki í valsimilinu en þið fara aldrei í norður, og mæta einhverju Þórsarar en ég held að fullt af Þórsarum. Það var nú gaman þegar ég böður í tjaldi í krikanum við hyrða. Já, ég mætti ekki út í setjáleikinu. Það var ekki fært í fjárhöður. Herðu, þetta er seðillin hjá einum faglega. Og það er engin markaskorarar, ég ætla bara að gera þetta í hendunum kannski inn á eftir. Ég ætla að fara aðeins yfir þetta með öðrum fagmönnum. Bara FH á bara að vinna IR með 4-5 mörkum. Þú veist, IR þeir eru ekki að séns. Það vantar besta mann, hann er vantarlega ennþá meiddur þessi Baldur. Já, hann er bara frá og IR á bara ekki að séns og FH bara, þeir þurfa að taka góða leikur úrslitakefnina. Þeir bara eru búin að selja mér þetta valstæmi mótið Vestmannum, en ef einhver þekkir Vestmann þjóðhátíð og allt þetta vel, þá er það Mikael Nikolásson og mér er alveg saman að segja hverju menn meiddir, það kemur alltaf maður í mannstað þarna. Þeir voru að vinna Fram á útivelli, Fram var að stúta Val daginn. Það er ekki rétt í mér. Fram er bara heitasta liði bara nú síðan 7 og þeir vinnað á útivelli eðilegu vel fyrir mér þetta á mánudaginn, en það var risa sigur á Vestmanningun. En ég ætla samt að setja mínus 1,5 eftir allt röflið frá ykkur, hvað vantar alla í IBF að sé bara með annar flokkinu. Það er búið detta 3-4 viðbót frá framleiknum, sko. Já, þessi Andri og Petar og Hákon. Hákon, já, ef Petar er ekki með. Já, ég sammála því. Ég sé ekki að þeir ná allan þessari línu. Já, milst vel á þennan. Mér líka skemmtilegu stöður 3
Það náttúrulega alltaf að bæta við eins og Teddy kom á hann setti F á Hauka þarna sástu hann bara aðeins að bæta í saðan en svo endar náttúrulega þannig að Háka eða eitthvað segil Það er yfirleitt bústeri minn sem klikar Ekki rifja upp sorgasögu hér í þessu með Tedda og bústinn Já, móti Háka og Móti Háka konum hér árið En ég held að og ég mun jafnvel ef ég í góðu skapi kvöld lauma smá hérna bara á Þórsarana staka sko móti Káa ég held að, ég sammála þetta ég held að Þórsararnir en þeir bara, ef það einhver leikur sem er alltaf að vinna þá það þessi Nei, hann var í síðustu umferð, þeir unnu hann og nú þetta bara búið Þetta er líka stoltið sko Töpuð fyrir leiknum Það er ekkit stolt í sig, Káa er að fara að rúlla yfir þetta En eins og ég á Teddy tölugunum í gær tveir svona faglegir inn því end að maður tapar ekki miklu á neinu eins og þessu blessaða handbolta sko. Það er ekkert hvernig þessi leikir var sko. Það er nú málið sko. Og einhver mínus er svona dauða djöfull í handbolta sko. Ég er svona pottitur á það einna þessum þreymur Já, ég held þetta. Ég er náttúrulega með lægsta stöðlinn kannski fyrst skiptið þessu setti ég er aðeins að tjúna mig niður Ekki veitir af Heyrðu, erum við ekki bara góðir? Jú, bara gott kvöld framöndan Það eru ríkala gaman á fjastringunni kvöld Já Yfir út